að laga forsetann. Já. Takk fyrir kærlega. Frú Stefanía. Góðan daginn, kæru fundargestir. Velkomin hér á fund númer 339 í bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Ég geri hann hér með settan. Fundin í dag sitja Gauti Árnason, Eyrún Fríða Árnadóttir, Guðrún Stefanía Voppjörð Ingólfsdóttir, Gunnar Ásgeirsson, Gunnhildur Ímsland situr í fjarveru Ásgerðar Kristínar Gylfadóttur, Þröstur Jóhannsson situr í fjarveru Hjördísar Eddu Olgeirsdóttur og Tinna Rut Sigurðardóttir situr í fjarveru Skúla Ingólfssonar. Og mér langar að við hér sendum honum Skúla og fjölskyldu okkar bestu kveðjur á þeirra erfiðu tímum. Einnig sitja fundin hér í dag Sigurjón Andersson bæjarstjóri og hún Jóna Benný Kristjánsdóttir, sviðsstjóri og einnig Tjörfi Óskarsson. Við göngum hér til dagskrár. Fyrsta málið er lagt hér samt til kynningar að fundur bæjarstjórnar Hornafjarðar númer 338. Það er enginn sem tekur til máls, enda bauði ekkert orðið laust, en þeir eru svo búin að margfjalla þennan fund, sitja hann allsumul. Þá förum við hér í mál númer 2, sem er bæjarráð Hornafjarðar fundur númer 1184. Á honum eru ýmsar fundargerðir, orðið laust gerðir svo vel. Sigurjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langar að taka til máls undir máli númer 5 sem varðar hjúkrunarheimilið eða byggingu nýs hjúkrunarheimilis hérna á Höfn og endurbætur á gamla hjúkrunarheimilinu. Eins og við þekkjum öll þá hafa framkvæmdir við nýja hjúkrunarheimilið dregist mikið og það sem er að frétta af þessu verkefni núna er að verkkaupar sem eru annars vegar sveitarfélagið og hins vegar framkvæmdasýsla ríkisins eða stjórnvöld undir stjórn framkvæmdasýslunni ríkiseigna. Þá er unnið og róið að því öllum árum að reyna að setja kraft í verkefnið með verktaka. En það ber að hafa í huga að sveitarfélagið er í raun og veru eingöngu á kantinum hérna og verkefninu er alfarið stjórnað eða nánast alfarið stjórnað af framkvæmdasýslunni. Þannig að það er bara leiðilegt að það skuli ekki hafa gengið betur en raun ber vitni að byggja húsið og fara í endurbætur á gamla skjólgarði. En við vonumst til þess að það verði nú settur kraftur í þetta á næstunni svo að verktaki geti staðið við þá dagsetningu sem er upp á borðinu núna og við erum nú satt að segja svona farin að efast en fyrst og fremst er þetta náttúrulega leiðilegt fyrir íbúana á skjólgarði. Okkar góða fólk sem að ekki bara bíður við óviðunandi aðstæður á gamla heimilinu, bíður eftir nýja heimilinu. Þetta er náttúrulega líka mikið rask og truflun á þeirra næði að vera með bygginguna þarna svona lengi, svona þétt við hliðina á eldra heimilinu og óvissan sem að fylgir þessu er ekki heldur að fara vel í hópinn en við munum upplýsa nánar þetta eftir því sem að svona framdregur og það verða einhverjar fréttir að þessu. Þannig ég vildi svona nefna þetta í dag. Takk fyrir Sigurjón. Fyrirgefðu, ég var ekki nógu vel undirbúinn en undir þessum fundi er líka fundur fræðslu- og frístundanefndar númer 127, sú fundargerð. En orðið er laust. Við erum í máli númer 2, það er fundur 1184, bæjarráð Hornafjarðar. Það kveður sér engin hljóðs. Því höldum við bara áfram. Þetta er hér lagt fram til umræðu og kynningar. Þá förum við í lið númer 3 og það er fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1185 og undir hana eru
fundargerðir velferðarnefndar númer 43 ásamt öðrum ýmsum málum og orðið laust, gjörið svo vel. Tinna hefur beðið orðið, gjörið svo vel, Tinna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls undir fyrsta máli í þessari fundargerð, það velferðarnefnd 43 og þar undir fyrsta máli öldungarráð númer 18 og þar einnig líka fyrsta mál, framtíðarsýn málefni aldrara 2026-2030. Það hefur átt sér stað mikil vinna í mótun á framtíðarsýn málefni aldrara í sveitarfélaginu og voru til dæmis haldnar 2 vinnustofur í Ekrunni með fínni mætingu. Ég held að það hafi verið 30 manns sem tóku þátt í þeim. Vinnuhópur var skipaður af fulltrúum bæjarstjórnar, velferðarnefndar, félagi eldri Hornfirðinga og HSU og þessi vinnuhópur hefur síðan haldið áfram að vinna úr niðurstöðum úr vinnustofunum og vinnan í mjög góðum farvegi. Einnig hafa verið haldin opin hús í dreifbýlinu og við vorum til dæmis í Holti á Mýrum í fyrradag og í Hofgarði í Öræfum og Hrollaugstöðum í Suðursveit í gær og mæting bara ágæt á öllum stöðum og rosalega góð samtöl sem við áttum þar við fólkið. Það mjög mikilvægt að fá sýn fólks í öllu sveitarfélaginu til þess að mynda almennilega framtíðarsýn í þessum málefnum. Við viljum líka að fólk geti búið lengur heima, bara sem lengst, hvort sem það í dreifbýli eða þéttbýlinu. Og til þess að það sé möguleiki þá þarf að móta þjónustuna að því, aðalega vegna þess hversu víðfeðmt sveitarfélag okkar og það komi mjög margir góðir og áhugaverðir punktar í þessum samtölum sem að verður unnið með til þess að bæta þjónustuna í dreifbýlinu. Og ég vil bara nota þetta tækifæri til þess að þakka öllum fyrir sem að höfðu tækifæri til þess að mæta, hvort sem á vinnustofurnar eða opnu húsin. Ykkar framlag mjög mikilvægt við mótun þessara framtíðarsýnar og svo vil ég líka minna á að það opið hús í fundarhúsinu í Lóni í dag klukkan 5:30. Takk fyrir. Takk fyrir, Tinna. Hvet alltaf þess áhuga saman að mæta upp í fundarhús, enda yndislegt að vera þar eins og annar staðar í Lóni. Við erum hér í fundi bæjarráðs Hornafjarðar númer 1185, orðið laust, gjörið svo vel. Það kveður sem enginn frekar hljóðs, þá höldum við áfram. Þessi fundargerð lögð hér fram til kynningar, umræðu og kynningar. Þá förum við í lið númer 4 sem fundargerð bæjarráðs Hornafjarðar númer 1186 og undir þeirri fundargerð fundargerð Hafnarstjórnar Hornafjarðar númer 277 sem og atvinnu- og menningarmálanefndar númer 78 ásamt einum 10-12 öðrum góðum málum. Orðið laust undir fundargerð 1186. Stefáni hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að tala undir lið 8, það flugáætlun til Hornafjarðar veturinn 2025-2026 en þann 1. september hóf Icelandair flug hingað til Hornafjarðar. Ég vil ítreka enn og aftur, það þarf að bæta í flugið hingað og veita íbúum kost á að fljúga til og frá Reykjavíkur sama dag oftar en einu sinni í viku eins og gert ráð fyrir að verði frá og með 1. október. Það hérna ágætis bókun undir þessum lið í fundargerð bæjarráðs og ég ætla að leggja til að bæjarstjórn geri bókunina að sinni. Hún svo hljóðandi. Bæjarstjórn áréttar að sveitarfélagið hefur reglulega átt samtöl við Vegagerðina flugmálin þar sem skýrt hefur komið fram vilji Hornafjarðar til að halda tíðni fluga en jafnframt auka sætaframboð. Það eru vonbrigði að í september verði ekki boðið upp á neinar ferðir fram og tilbaka samdægurs. Hins vegar jákvætt að frá 1. október til 31. maí verði mögulegt að fljúga fram og tilbaka á miðvikudögum. Þó ber að undirstrika að tímasetningar flestra ferða miðjan dag nýtast samfélaginu illa þar sem miklu meira gagn að flugi snemma morguns eða síðdegis. Bæjarstjórn skilur að staðan snúin fyrir Vegagerðina sem vinnur með þá fjármuni sem henni eru úthlutaðir en ríkið þarf að gera betur. Flugþjónusta á borð við þessa skiptir samfélög eins og Hornafjörð grundvallarmáli og stórt hagsmunamál fyrir íbúa, atvinnulíf og þjónustu. Bæjarstjórn mun áfram eins og hingað til halda lifandi samtali
við stjórnvöld og vegagerðina og berjast fyrir hagsmunum Hornafjarðar. Bókun lýkur. Takk fyrir Ungfrú Vopnfjörð. Orðið er laust, gjörið svo vel. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum ágæta fundi? Svo er ekki. Þá erum við hérna með bókun. Ef ég man þetta rétt þá þurfum við fyrst að kjósa hana og svo fundargerðina. Nei, við erum ekki að kjósa fundargerðina. Það er bókunina. Stefania las þessa fínu bókun en ég held að mér byrja nú að lesa hann aftur og láta ykkur svo gefa henni atkvæði ykkar. Og bókunin er svo hljóðandi. Bæjarstjórn áréttar að sveitarfélagið hefur reglulega átt samtöl við vegagerðina flugmálin. Þar sem skýrt hefur komið fram vilji Hornafjarðar til að halda tíðni fluga en jafnframt auka sætaframboð. Það voru vonbrigði að í september verði ekki boðið upp á neina ferðir fram og tilbaka samdægurs. Hins vegar er jákvætt að frá 1. október til 31. maí 2016 verði mögulegt að fljúga fram og tilbaka á miðvikudögum. Þó ber að undirstrika að tímasetningar flestra ferða miðjan dag nýtast samfélaginu illa þar sem miklu meira gagnar að flugi snemma morguns eða síðdegis. Bæjarstjórn skilur að sú staða er snúin fyrir vegagerðina sem vinnur með þá fjármunni sem henni eru úthlutaðir en ríkið þarf að gera betur. Flugþjónusta á borð við þessa skiptir samfélög eins og Hornafjörð grundvallarmáli og er stórt hagsmunamál fyrir íbúa, atvinnulíf og þjónustu. Bæjarstjórn mun áfram eins og hingað til halda lifandi samtali við stjórnvöld og vegagerðina og berjast fyrir hagsmunum Hornafjarðar. Ég ber þessa bókun hér upp til atkvæða þeir sem henni samþykkir íslenskiða merki. Hún er samþykkt með 7 atkvæðum. Við erum ennþá í fundi númer 1186. Fleiri sem vilja taka til máls undir þeim ágæta fundi? Svo er ekki. Því lýk ég umræðum hann og hún lögð hér fram til kynningar og umræðum. Þá förum við í hérna, skal ég segja, nú er allt í vitleysu hér sem mér. Það er allt í lagi. Svona, þá förum við í 5. lið á dagskránni, það er fundur Bæjarráðs Hornafjarðar nr. 1187 og undir honum eru fundargerð umhverfis- og skipulagsnefndar nr. 101 ásamt öðrum góðum málum og ég gef hér orðið laust fundargerð nr. 1187. Tinna, þú hefur gefið orðið, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil taka til máls undir 11. lið þessara bæjarráðsfundargerðar. Það er aðalfundur Ríki Vatnajökuls. Ég vil hvetja alla hluthafa og áhugasama mæta á aðalfundinn sem verður haldinn þann 17. september kl. 20 í Gömlubúð. Það er mikið hagsmunamál fyrir sveitarfélagi í heild sinni að taka þátt í markaðsstarfi Ríkis Vatnajökuls. Það að hafa sterka markaðssetningu fyrir svæðið okkar hagnast okkur öllum, hvort sem það eru aðilar í ferðaþjónustu eða ekki. Ferðamaðurinn er nefnilega auðlind. Það að geta tekið vel á móti ferðamönnum og sýnt þeim alltaf fallegasta sem að sveitarfélag okkar hefur upp á að bjóða er mikilvægt til þess að ná að halda þeim lengur á svæðinu, sem eru auðvitað ekkert nema gott fyrir okkur. Við erum samfélag og til þess að stuðla að góðri markaðssetningu fyrir okkur, þá þurfum við öll að leggjast á árarnar og vinna þetta saman, stórir og smáir. Því vonast ég eftir góðri mætingu á aðalfundinn. 17. september kl. 20 í Gömlubúð. Takk. Takk fyrir Tinna. Fundur 1187 hjá Bæjarráði Hornafjarðar, orðið laust, gjörið svo vel. Það kveður sér engin frekar ljós, því er hér fundargerðin lögð fram til umræðu og kynningar. Þá förum við í 7. lið á dagskránni í dag. Það er deiliskipulagsbreyting fyrir gefið Borgarhöfn 2-3, Neðri bær, Skemma. Breyting á deiliskipulagi Borgarhafnar Neðri bæjar var auglýst frá 22. júlí með athugasemdafresti til 2. september 2025. Engar athugasemdir bárust. Orðið hér laust, gjörið svo vel. Það er sem ekki ljós. Því leggir til að Bæjarstjórn samþykki deiliskipulagsbreytingu fyrir Borgarhöfn
Neðri Bær í samræmi við 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123 árið 2010 með fyrirvara jákvæða umsögn Minjastofnunar. Þeir sem þessu samþykki vísast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í lið númer 7. Það deiliskipulag heildarendurskoðun fyrir Skaftafell. Lagði fram tillaga að deiliskipulagi Skaftafells. Orðið laust gjörið svo vel. Það kveður sig engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki að kynna tillöguna í samræmi við 4. málsgrein 40. greinar skipulagslaga og að tillaga verði kynnt og afgreidd til auglýsingar í samræmi við 1. málsgrein 41. greinar sömu laga að lokinni kynningu. Þeir sem þessu samþykki vilja gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 8. lið dagskrár í dag. Það stjórnsýsla, umhverfis- og skipulagsnefnd, framsal á valdi til fullnaðarafgreiðslu mála. Lagði fram tillaga að viðauka við samþykkt stjórn og fundarskap sveitarfélagsins varðandi framsal á valdi. Markmið viðauka þessa að stuðla að hagræðingu, skilvirkni og hraðari málsferð skipulagsmála hjá sveitarfélaginu Hornafirði með því að fela umhverfis- og skipulagsnefnd og skipulagsfulltrúa sveitarfélagsins tiltekin verkefni bæjarstjórnar og fullnaðarafgreiðslu einstakra mála varða skipulagslög nr. 123 frá árinu 2010 samanber 1. málsgrein 42. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 38 frá árinu 2011. Orðið laust gjörið svo vel. Eyrún Ríða. Forseti, ágætu fundargestir. Mig langar aðeins að gera grein fyrir þessari tillögu sem lögð hérna fram. Það ekki algengt að við leggjum fram tillögur breytingar á samþykktum stjórn og fundarskap sveitarfélagsins. En hér telur umhverfis- og skipulagsnefnd að komið æri tækifæri til að skerpa aðeins á stjórnsýslunni með það að markmiði að auka skilvirkni og hraða málsmeðferð. Breytingin mun einnig fela í sér hagræðingu verkefna á sviðinu þar sem umhverfis- og skipulagsnefnd mun fá heimild til þess að afgreiða sum verkefni og ekki þarf því að leggja málin endurtekið oft fyrir líkt og nú gert. Það þó bara mjög mikilvægt að halda því til haga í umræðunni að ekki að ræða breytingu sem felur í sér sérstaklega auknar heimildir starfsmanna. Það eru 2 tilvik þar sem að starfsmenn hafa auknar heimildir en það eingöngu til þess að flýta ferlum þegar að öll tilskilin gögn hafa borist með fullnægjandi hætti. Umhverfis- og skipulagsnefnd mun hins vegar hafa heimildir til þess að afgreiða með fullnaðarhætti ákvarðanir á fyrri stigum skipulagsmála en endanlegar og loka afgreiðslur mála munu ávallt fara hér fyrir bæjarstjórn eins og henni gert. Þá einnig heimild fyrir því að umhverfis- og skipulagsnefnd megi óska eftir því að bæjarstjórn fari einfaldlega með afgreiðslu málsins, kjósi nefndin svo. Mér langar einnig að nefna nokkur dæmi ákvarðanir sem að nefndin mun þó hafa heimild til þess að afgreiða. Þetta eru heimildir til að mynda til smávægilegra framkvæmda sem að rúmast innan heimilda í deiliskipulagi, samþykkja heimild til þess að gera óverulega breytingu á deiliskipulagi, samþykkja að senda mál í grenndarkynningu eða falla frá slíkri hafi allir hagsmunaaðilar skilað inn skriflegu samþykki. Markmiðið því eingöngu það að gera skipulagsmál í sveitarfélaginu skilvirkari, hraða málsmeðferð til öllum aðilum til hagsbóta án þess að fórna með einhverjum hætti lýðræðislegu umboði eða heimildum til þessar afgreiðslu. Takk. Takk fyrir Eyrún. Orðið laust gjörið svo vel. Mál nr. 8. Það kveður sig engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki framlagðan viðauka við samþykktum stjórn og fundarskap sveitarfélagsins. Þeir sem því samþykki vilja gefa merki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við hér lið nr. 9 á dagskránni í dag. Það starfshópur húsnæðismál Grunnskóla Hornafjarðar. Tillaga erindisbréf starfshóps húsnæðismál Grunnskóla Hornafjarðar lagt hér fram. Orðið gefið laust hér þessa tillögu með erindisbréfinu. Það kveður sig engin hljóðs. Því legg ég til að bæjarstjórn samþykki erindisbréfið. Þeir sem því samþykkir virðast gefa merki. Samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við í 10. lið á dagskránni í dag. Það eru reglur veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannsaðstoðar samanber 40.700 grein barnaverndarlaga nr. 802002.
/20250827. Lögð er hér fram tillaga að nýjum reglum veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannsaðstoðar samanber 47. grein barnaverndarlaga númer 80/2002 hjá Barnaþjónustu Fjarðabyggðar og Sveitarfélagsins Hornafjarðar. Orðið laust, gjörið svo vel. Það kveður svo engin hljóðs, því leggið til að bæjarstjórn samþykki reglurnar veitingu styrks til greiðslu lögmannsaðstoðar. Við sést gefa með merki eins og því ef því samþykkt. Samþykktum 7 atkvæðum. Þá förum við hér í 11. lið dagskrárinnar í dag. Það eru viðaukar við fjárhagsáætlun fyrir árið 2025. Viðaukinn nr. 10 vegna leiðréttingar launa formanna nefnda og ráða afturvirkt 4 ár samkvæmt samþykkt kjör fulltrúa Sveitarfélagsins Hornafjarðar að upphæð 9.465.000 er hér lagður fram. Viðbótar fjárheimildum verður mætt með lántöku. Orðið er laust, gjörið svo vel. Það kveður svo engin hljóðs. Því leggið til að bæjarstjórn samþykki viðauka nr. 10 og hér ber ég henn upp til atkvæða. Þeir sem eru honum samþykki vilja gefa merki. Það er samþykkt með 7 atkvæðum. Fleira er nú ekki á dagskránni hjá okkur í dag. Þannig að ég ætla bara að hleypa ykkur hérna út í septembersólina. Ég er alveg viss hún er hérna bak við gardínuna. Það er allavega ekki rigning eins og þér. Þakka fyrir í dag. Góða stundir.